í minni barnæsku í Vogunum voru þessar styttur niður í Eykjuvógi. Eykjuvógi 26. Og af hverju eru komnar hingað? Það er nú sagan segja frá því af hverju að komi hingað, en eigandinn var Ragnar Bjarnason, húsasmiður, og hann byrjaði cirka 58 að búa fyrir styttu til, var það með svona stórar þungar og síðan minnkuði hann og smásaman, verður svona aðgengilegri. En 1992 þá var ég með sýningu í Nýlistasafninu sem heitir Hjartarseinlækni og fikk ég lánaði 4 styttur. Það var þá komnar á Selfoss í nýtt hús, tiltölulega nýtt hús sem átti þar að vera bíósalur, var sem aldrei varð úr og var það orðin geymsla fyrir Minjasafnið. Og þannig voru það settar inn og svo var Hildur Hákonardóttir þegar hún tók við sem safnstjóri, þá reyndi hún sem hún gat að koma þessum styttum að framfæri, láta gera þær upp og fekk það hugmynd að Jósefína Baker væri góð fyrir utan Hárgrímsstofu. Býtur Jósefína Baker hérna? Já, þessi dökka hérna. Nú, já. Svo var hún með reiðmanninn hérna fyrir utan. Já. Reyndar í allt öðrum litum heldur en upphaflega, en þess að það hafði eitthvað verið málað hann inn í millitíðinni. Auðvitað er þetta að þú komst í hlað og hvítum hesti. Já, einmitt. Já. Það er svo tenging sem er. Sko, en það fyrir ekki milli mála að við erum að tala hér mann sem er listamaður, Já. Algjörlega á sínum eigin forsendum. Já. Þetta er járnbest steinsteypa. Já, ég þurfti að gera þetta upp að miklu leyti, þá sá ég hvernig þetta var gert. Það var með svokallað rappnet sem var 10 laga og svolítið þykkt og greip steypuna vegna þess að hænsnanet, það er bara legur niður úr því, sko. En manni fannst sko sem krakka, við fórum hérna í sem sagt hættuferðir að skoða þessar styttur og lágum í leyni fyrir utan garðinn og ógnvekjandi, það er þarna, þetta er náttúrulega allsbera konur, mann ekki sé mikið af þeim. Nei. Og nú voru rándýr að bíta í lærið á henni og svo þessi skreyting hér, sko hann er greinilega að pæla mikið. Frelsisgyðja. Er þetta frelsisgyðja? Já, New York. Það hann er að vísa svolítið svona út fyrir landsteinana, svo maður segja, vegna þess að hérna bytt á móti hérna hinum er djöfullinn sjálfur. Er djöfullinn sjálfur, já? Já. Hann er hér, heiðursgestur í safninu. Já. Og hann er að bjóða blóðpeninga fyrir sálu litlamannsins. Já, þetta er hugsað svona. Já, það er hugmyndir sem ég hef fengið frá þeim sem tengdust Ragnari og hans fjölskyldu. Einmitt. Þetta er megin tákmynd safnsins í dag er þessar styttuna. Þetta er aðkoman og hérna fyrsta sem maður hittir. Og hann er algjörlega fullnægð þessari skilgreiningu sem alþjóðlistamaður. Já, hann gerir það nú reyndar, sko, en það er kannski ekki allir sammálaði, en vegna þess að menn meta sko oft verkin út frá kunnáttu, sko, rétt mál og línur og þess aftar. Já. En það sem er nú, ég hef verið að skoða svolítið í þessu styttum, og það er sko, það notar svo mikið þríhyrninga. Já. Það er enginn nefnt þetta við mig. Nei. En þetta er áberandi þarna í sláttumönnunum. Já. Og það var alltaf eins og tiltekið er í gömlum listaverkum sem er að höfða til hliðsjónu til dæmis í kennslu, listsögukennslu, að það var á ákveðnum tímapunkt í sögunni verið að fjalla uppbyggingu verka, hvernig standa í rýminu, það er til kannski með standa á svona, kannski með vopn líka, og þá koma ákveðnar sjónlínur og sem að tengja sama formin. Og hann er með þetta? Hann er með þetta alltaf hreinu nefnilega. Já. En það er sko til merkis áhrifamátt listarinnar að við krakkarnir vorum sóttum í að óttatilfinninguna og að upplifa þessa list frá þessum manni á þennan hátt. Og svo var maður mjög undrandi, þetta var bara horfið þangað til maður allt í einu kemur hingað. Þér er annar listamaður sem er allt öðrum toga. Já, Ísleifur Konráðsson, ættar af Ströndum og Steinsfirði. Já. En þetta er í mínum huga mjög, svona, ég finn skynja dæmigerð list ófaðlærs myndlistamanns sem hefur mikla sköpunarþörf. Já,
og hefur kannski ekkert endilega lagt sig fram að kynna sér hvað aðrir hafa gert. Og ekkert í þannig að það ferð og söpt og þannig að búið í Kaupmannahöfn í áratugi, sko. Já. Sem uppvaskari. Var hann uppvaskari í Kaupmannahöfn? Já. En hér Hvítserkur. Já. Svona öndvegisverk. Já, þetta svolítið merkilegt verk fyrir það sækið. Það sko, það eiginlega algjörlega tvívítt á fletinum. Þannig ekki minnina fjarvít og það ekki neitt. En þessi ástriða til þess að fuglan, þeir standa allir eins í sömu stellingu. Þetta bara hans fugl. Já. Þetta bara hans fugl. Þetta kemur víða, þeir koma víða við í málverkunum. En það annars sem svolítið líka merkilegt eins og allir sjá náttúrulega að hann búinn að breyta hvítserk í fornaldardýr og líka það að hann fellir eiginlega verkið að mestu leyti inn í öldurnar. Já. Þannig að þetta virkar ekki sem að standi út í sjó eins og það gerir í raunveruleikanum. Þannig að ég bara þakka honum fyrir það, vegna þess að það er svolítið snjallt að stilla upp einhverjum forgrunni fyrir aftan. Það er svona svolítið öðruvísi. En mér finnst þessi sýning með verkum hans vera dálítið svona eins og þið hafið verið með hér í gegnum árin, þessi 30 ár. Já. Alveg óhræddu að taka listamenn sem eru öðruvísi og hugsa öðruvísi. Já, sko, við bara sækjumst eftir þeim. Sækja eftir. Já. Og það auðvitað tilgangur safnsins. Já, það er alltaf lítið okkur sem gullleitamenn fara út byggðir landsins og víða sem við bönkuðum upp á og ræddum við fólk og það var stundum skrítinn svipur á húsráðendum. Ertu ekki komið til að tala um okkur? Já. Nei, reyndar ekki, gert það í leiðinni, sagði ég, sko. Hér á að búa kona sem að mála myndir, sko. Já, þú meina það, já. Þannig þetta var nú svolítið viðhorfið hérna áður fyrr, gjörbreytt núna. Gjörbreytt núna. Og nú þykir ekki tiltökum mál að setja mynd eftir Ísleif í vonandi héðan frá bara með verkum eftir hálærða listamenn. En ég finnst þetta mjög gott dæmi verk hans. Svo er aftur hinum megin hérna, sko, það sem er allt önnur sýn. Sko, hún er ekki svona alveg fremst í rýminu. Þetta er fjöllin og dýralífið. Og náttúrulega þessi frægu fuglar sem eru svona bjórólegir og í tíðinni. Það er mikil kyrrð yfir þessu. Já, það er ekkert sem að... Það er einhvers konar... Ekki truflar. Það er fegurðarlynd. Og svo er það, sko, þessi skreitikendin sem að kemur inn á... Og sem til dæmis bara hérna og svona alltaf í talnögjum í skíjónum sem voru alltaf ný skí með hverju sýningu. Já. Og svo er það hérna undirskriftin, sko, sem mann gerir svolítið mikið úr stundum, þannig að hún verður svona eiginlega jafnvel ólæsileg, en sko ef hún væri málað yfir hana, það vantar eitthvað. Það vantar svona þyngdarpunktinn. Hún er hluti af verkinu. Já, þetta er þyngdarpunktinn hjá hana. Hér erum við komin í safneignina, stóran hluta, sýnishorn af 30 ára starfi og meira en það. Já, við reyndar, þetta er svona meira, við erum að vísa í nútímalegri verk heldur en altífiverk. Hér eru stór nöfn samtímalistamanna. Já, við teljum alveg sjálfsagt að þetta fá að sýna saman. En til þess að ná þessu, sko, þetta var svolítið flókið dæmi. Að gera út þetta eigninu og finna
finna vers sem að geta farið inn í þessi 3 rými. Og lausnin var svo að litaskipta, að vera helst ekki með neitt grænt, en bara mjög lítið, ekki rautt eða fjólublátt, heldur vera með, eins og sér hérna, það eru alveg svona jarðlitir og jafnvel að raða upp þannig að verkin tengdust ekkert. Þannig að þau geti kannski ýtt hvert við öðru eða bara laðast að hverju öðru. Og síðan þá í næsta rými, fyrir innan, að hafa þar þá bláa tóna, halda áfram með svona gráu og svörtu, taka bláu tónana inn og reyna að skapa einhverja góða heild úr þessu. Og svo fyrir innsta rýminu, það er þá hvítt og glært, aðeins svart. Þannig að þá fer það inn í birtuna. Þar lýsist allt upp á móti út í birtunni. Þannig að meiri hlutin að þessu er svona hvítt, en þá kemur líka annað inn í þetta. Það er svona meiri svona formhugsun það var svona egg, kvast, eins og hérna inn í myndum, hérna hrífurinn í milli augnanna á mér. Afmæliskveðja frá listamenni í Reykjavík. Og svo fjöllin hérna bakvið, þar sem eru 3 hæstu tindarnir í Sviss, hérna sem sagt, og svo hérna úr Öxnadalnum. En þá erum við staddir hér í þessum heimi og við skulum þá rekja okkur tilbaka og skoða einstök verk. Og mér langar að byrja hér á þessu. Já. Hvaða verk er þetta? Þetta er mjög sterk. Þetta er máluverk. Davíð Brynjólfsson býr á Akureyri. Og yfirleitt tengdi mann málverk upp á veggi. Það gerði hérna listamaður athugasemd það. Ég hafði sett verkið hans niður í vítrennu. Stefnir hengið upp á vegg. Þetta fengið hann bara nýtt sjónarhorn á eigin sköpun. Hérna jörðin sjálf, hún er að skapa hér glópagull. Já, hún er höfundur. Já. Og hérna eru teikningar af fræjum sem að vaksa upp ef einhvern tíma kemur að því úr fræbankorn og Svalbarði. Það sem er geymdur genabanki jarðarinnar. Já. Hún teiknaði milli 20 og 30 myndi fyrir safnið, Olga Bergmann. Og þannig eigum við, í þessum á Svalbarða eigum við öll erfðaefni allra lífverðarverðinni. Ef einhver skildi nú ít á takkan. Sem ekki mátt. Nei. Þessi fáni íslenski, eða ég ímynda mér þessi íslenski fánin. Ég verð nú bara viðurkenni ekki hugmynd þetta. Ég spurði nú aldrei hugmyndina, Unnar Örn, hann er hér í stjórn Starfsins. Mér fannst ekki þörf á því að vita. Þegar friður hefur skollið á í heiminum, þá munu öll ríki flagga þessum fána. Ok, það er bara frábær tilhugsun. Það er mín hugsun. Og þú er ekki einu svona sauman út? Nei, bara tilbúið. Friðarflaggið? Já, friðarflaggið, öll ríki samankomin undir friðarfánanum. Hér erum við með náttúrulega svakalega flókin vegg eftir Bjarnar Þórarinsson. Já, ég veit ekki hvort að það sé á margra vitorði að Bjarni, hann var að býta í strætó hérna í Reykjavík, torginu á Reykjavík, og það er að kona þar í akkurslunum, hún meiðir sig í fingri, blæðir úr hún og segir, og Bjarni hugsaði sig, benda, já, þetta nú við. Og hann fór að teikna, og það fór hann að teikna fingur, með nögl. Já, hér er það. Þetta eru bendurnar. Já. Svona grunnforsendan og hugmyndin að kona slasa sig. Herði mig langt að segja frá þessu verki hérna. Já, endilega. Þetta er eftir Hannes Lárusson sem er við íslenska pæin í Flóanum. Jú. Og hann með einkasýningu hérna fyrir mörgum árum, bara þegar við vorum í þinghúsinu. Og hann hérna setti þennan hatt á alla sem að komu inn í rýmið, tók ljósmynd og festum á vegg. Fyrsti gesturinn sem setti þetta á hausinn var Valgerður Sverrisdóttir.
Og eins og þú sérð að þá þetta lítið orkuver. Já. Svo líða nokkur mánuðir og þá allt í einu orðinn orkumálar á þeirra. Já, býttu á maður að þora að setja þetta upp. Það nú allar, þú getur fengið einhverja vegg til út af þetta. Ég held ég látið að vera. Hvað þessi kallar á mann? Svona, þetta bara strik og fletir en... Já, þetta var svona hlutvöllinn og ég hefði gert leiðinu sáta verk fyrst. Það fannst mér vera fljúgandi fyrir ofan götum nóttar svarta gangstéttar og blá gata. Fékk það tilfinningunum þá. En hérna eru svona ýmsir hluti, til dæmis hérna þetta stykki hérna eftir hann Eyrúnu í Gjörningaklúbbnum. Þetta prjón. Já, þetta var galleri í Suðurnesjabæ. Ég ætti sem bara að leggja það niður. Og þá fór hún alltaf þarna hverjum degi held ég. Og þegar opnað var, settist niður og prjónaði utan sig. Hún endaði á því að loka og það bara augun og munnurinn eftir. En hún hérna inni? Já, hún hérna inni. Þannig að gestir fengu að fylgjast með þessu. Já. Og svo læti ég bókverk og ég hef dagatöl inn í til þess að sýna svona breiddina í safneigninni. En það sem að eiginlega þitt framlag er rosalega merkilegt að þú þyrftir að raða þessu mjög svo ólíku verk og með þessu rýmum en svo líka í svona þannig að þau myndi eina sjálfræna heild. Það hlýtur að vera mjög vandasamt. Nei, þetta tekur þessi tíma náttúrulega. Maður hleypur svolítið á milli með stykki. Sko, þetta fyrirbæri, ég kalla þetta skapað og safnkosti núna, þetta gerði ég það ekki náttúrulega þegar ég var unglingur. En þá vann ég í Byrjastu Sís, Hafnirða, og það kom svo fallegi trékassar. Og ég tók upp úr þessu og svo bara ákveði ég taka kassan í sundur og setja það saman öðruvísi heima hjá mér. Og svo ég raðaði þetta mjög fallegu við og raðaði á það alls konar, það voru bækur og það voru kunstverk og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig ég var strax komið svona einhvern ákveðna heild, ég var held ég. Þetta er 60 ár síðan. Og svo fyrsta sýningi sem ég setti upp hérna í Þinghúsinu 1989 að þá var ég með þetta hugafar gangi að þá bjóðu kross á borði, löngu borði úr gömlum munum og falsaði síðan bréf sem átti að skrifa kona, ræstingakona á sjúkrahúsi að skrifa heim í Dal. Og svona bjóti svona innsetningunum sem að fékk reyndar enga frið fyrir gestum því að allir var svo spenntir að taka þetta upp og skoða þetta og setja það annars staðar. Já, annars staðar, já. Eyðilögðu innsetninguna, já. Ég verð nú eiginlega að segja frá, það var saga sem gerðist þarna mjög skemmtileg, þegar ég var komið með næstu sýningu, ég var með 5 sýningar í sama rýminu þetta fyrsta árið og það var Anna Líndal, og hún hafði þá vafið utan leirtau og lagt á mjög fallega borð og fallegum dúk og síðan voru ljósmyndir upp á vegg þar sem hún var að hella kaffi og könnu og það hellti út fyrir að laga upp öllum bollunum. Svo gerist það bara stutt eftir að hún farin söður að það koma 5-6 bílar í hlað, ofsalega fínar og velklæddar konur, svona, verið svona 8 aldur, kannski komin yfir 8. Alveg teinréttar og fyrir leiðum hún þéraði mig. Og þá var farið beint inn í bróðuherbergið, þá var það smá stund. Svo þegar dettur niður masið í þeim, það verður dauða þögn. Og fyrir leiðin kemur fram og vildi þér gjöra svo vel að koma með mér hérna inn. Er ekki allir lægi? Já, þú sér það. Þér sjáu það, þú þéraði mig smargir. Nema hvaða þegar ég kem inn, og þá bendur hún á ljósmyndina og segir, hvað á þetta fyrirstilla? Mér var svona tunga tönn og hún greip og það alveg auðsýð að þessi stúlka ekki kvennaskóla gengin. En ég bakkaði og, en hún klæðskeri þannig. Já, við lítum listina ólíkum augum. Ég er alltaf alls svolítið skotin í þessu stykki, þetta er svona einfalt, þetta er Kárahnjúkalón. Já. Og þetta er sandurinn sem að fyrir lónið. Þetta er svona léttur og góður áróður fyrir náttúruna. Já.
Ég hef nú ekki kveikt á þessu bara svona alveg sjálfstætt, sko. Og svo er þetta svo skemmtilegt, þetta er þrívítaprentað í leir. Þannig að þetta missefnaðist og listakonum ákvað bara að hafa þetta svona. En svo er hérna bara stór kanóna íslenskrar alþýðulistar, kraftur jarðar og allt það sem að nöfnu tjára nefna. Stórval, hann stendur upp úr, Stefán frá Möðrudal. Já, náttúrulega langþekktastur fyrir kannski utan Sölvi Helgason. Já, fyrir utan Sölvi, sem var líka mikið af. Sem náttúrulega eini myndlistarmaðurinn á sinni öld, Íslandi. Hann er bara einn. Hann er einn? Já. En Stefán frá Möðrudal, af hverju nær hann svona vel til fólks? Já, náttúrulega var nú kannski ekki eins og fólki flest, svona oft á tíðum. Nei, það er mjög góð. Þannig að ég tek hvort að fólk var að spekla sig í honum, en það var svona, það vakti athygli fyrir framgöngu og alls konar athafnir eins og verið heia á umferðareyjum og í hestana sína. Það verið að safna fyrir Kjarvalsstöðum á sínum tíma. Þá safnaði hann sama kassafjölum og kom með til að leggja í búkið. Já. Og Herðubreiði drottning íslenskra fjalla. Já. Og hér er hún líka í allt annars konar útfærslu. Brynhildur Þorgeirsdóttir. Já, mér fannst það passa mjög vel hérna inn. Já, það sýnir náttúrulega hvernig listamenn nálgast sama viðfangsefni með mörgum ólíkum ákvörðum og sjónarhornum. Hún hefur steypt þetta svolítið sko í mismunandi litum eins og sér, en líka sko í mismunandi upplægi. Já, má snerta það? Já, ég er það ekki. Nú, það er fast. Já, því er nú ekkert annað. Nei, það var að vera horfið. Já. En að lokum, mér langar aðeins að spyrja út í þessa mynd eftir Stórval þarna sem hangir hérna við lyftunni. Hún er mjög sérstök. Hann stundaði matsölustað í Reykjavík, sem getur fengið bara ódýrt að borða. Og það voru allt konur frá Östlundafjari, ég veit ekki hvort það voru Filipseyjum eða Tælandi. Og hann málaði 5-6 myndir. Það málaði myndir af þeim öllum. Já. Og margarinn er svolítið rauðari. En hún er svolítið skemmtileg þessi mynd, því hún er svo, þetta er kona sem fylgist með. Hún kallar á mann. Hún er eins og sé bara að tala við mann. Sko. Já, hún gerir það og það sýnir hún svolítið snildina hjá honum að sko, hann var að kallar á athyglinn og drefa mann að þessu. Sko. Og svo var við, sko. Já. Ég hugsa sér hvað hann er með þríhyrninginn, sko. Já, það er eitthvað við hann. Eitthvað sem hann er svona bæla. Og náttúrulega, sko, eins og sem ég kalla pensilskrift. Já. Svona þetta er ekkert slétt málað, þetta er svona sulla svolítið. Heldur hann hafi gert það viljandi, er þetta bara tilvíðun því að hann var bara sulla? Bara eðlislegt. Já, bara eðlislegt. Já, ég hann hafi ekkert verið neitt að bæla í þessu neitt, sko. Alþýðulistaverk sprettur yfirleitt fram úr heilbrigðum sálarfylgsnum, en getur líka verið tjáning á hugarástandi, geðsveifla, viðbragðið hörmungum. Einnig verk hins þroskahefta, einmanna, sjúka og aldna, þess sem er afskiptur eða haldið föngnum. Það getur verið hróp á hjálp, yfirlýsing eða uppreisn, hefnd, gagnrýni, uppljóstrun leyndarmála eða sjálfsmeðferð til að losna úr kreppu eða óskilgreindu vitundar og orsakasamhengi. Alþýðulistaverk er undantekningalítið búið til án uppskriftar eða fyrirmyndar.
til hamingju með þennan fallega skuldbinding. Takk fyrir það. Þú gerir hann, Já. eigin höndum. Og þetta er ekki svo eini. Nei. En hún er stilt hér upp sem listaverk, já sjálfsögðu. Jú. Þetta voru listaverk á sínum tíma. Jú, og eru enn og í vaxandi mæli. Er það, já? Já. En þessi búð, sem ég kalla, Já. Hannyrðaverslun, Já. hún er búin að vera bara sjálfstæð sýning hér í Safnasafninu. Jú. Frá upphafi. Frá upphafi, frá 2007. Það þarf dálítið hugaflug að láta sér detti í huga Hannyrðaverslun sé sjálfstæð listsýning. Já. En þú ert hannyrðakona, textílkona. Jú, ég hef alla tíð haft mikið áhuga á textíl og sauma mikið út. En þetta er auðvitað, ef maður má gerast háflugur, talsverðu virðingar vottu við hannyrðakonur Íslands. Já. Sem eru listamenn á sinn hátt. Jú, og það hugsa ég oft þegar ég er að sauma, hvernig fóru konur að þessu. Já. Eins og með alla þessar búningar. Mér finnst það vera viss svona tengsl frá fortíð, nútíð og til framtíðar. Og til dæmis þessi peysuföt hér er eftir langömmu mína. Já. Þú er eftir hana. Já, hétt Þóra og bjó á Ánastöðum á Vatnsnesi og hvernig fóru þeir að ná í efnið. Að ná í efnið. Og til mynstri, það voru frumleg. Jú, frumleg. Já. Og hvernig fóru þeir að sauma, áður en saumavélum kom til dæmis. Og við ljós, ekkert ljós og eiga þennan tíma þegar allir búrekstur var búin. Já. Við stöndum í gamla kaupfélagshúsinu sem stóð niður á Sólbaseyri, sem er yfir 100 ára gamalt og þegar það kemur hingað 2007 þá var búið að rífa út allar innréttingar. En það var við tilviljun, held ég 2006, þegar verslun Ásgeirs Gunnlaugssonar var að hætta. Sem var starfrækt af sömu fjölskyldunni í 100 ár. Valgerður kaupmaður rak þetta síðustu ár, orðin háaldruð kona. Og hún hafði skilning að þessar innréttingar yrðu varðveittar á einu stað. Og til þess að heiðra söguna. Og ég finn það sérstaklega með eldri konur. Það er ákveðin hughrif svona. Að fá að koma inn í svona og horfa á þessar gömlu innréttingar. En það er ekki bara þær, því að það sem þær hafa geyma. Nei, það er textíllinn. Það er textíllinn. Hérna eru knipplingatæki. Knipplingaborð og þetta er nú yfirleitt svona hlutir sem tilheyra textíl, útsaumi. En fyrir mig sem er ekki gömul kona, kom hérna fyrst. Ég var algjörlega bergnuminn yfir þessu af því að þetta myndar allt inn að sjónræna heild. Svolítið skrítið. Gott að heyra það. Að innréttingar, það sem er í þeim og ég hef aldrei komið nálægt sönnál. Nema bara... Gaman að heyra það. En þegar við lagt talsverða vinnu væntanlega í það að raða þessu upp. Jú. Þetta er ekki bara tilviljun. Nei. Eiginlega boðskapurinn þessi, fegurðin byrja allstaðar. Hún er allstaðar. Já. Og ég get vel skilið að fólk stöðu hér niður og fólk er ofta að þakka sko fyrir held í alúðina og halda gömlum hlutum til haga. Og nú eru konur að koma og spyrja og þeim er annt hluti sem til þess amma þeirra hafi átt. Og þær eru ofta í vandræðum. Hvað verður þessu hluti eftir okkar dag? Ég get sagt þér hvað konur á mínum aldrei gera. Það taka þessi stykki, hvítsömmun eða eitthvað, ramma inn og hengi på. Sem er mjög flott. Og þá eru þær að varðveita hluti. Og hafa þetta framlengja fagurfræðin inn í framtíðin. Og varðveita. Þannig sem betur fyrir held ég sé komið meiri skilningur í dag heldur svo kannski fyrir 20 ára síðan. Himinbatnandi fyrir. Þetta eru verk almúga og kvenna á Íslandi og þetta var eitthvað sem að konur stunduðu að gera fagra muni til heimilisbrúks. Þetta eru ungbarnakjólar sem var mjög algengt að nota og þeir voru skreyttir með margvíslegum hætti, gjarna svona eins og þessir eru. Sumir voru meira, aðrir minna skreyttir en þetta var
það algenga að ungbörn voru höfð í kjólum að þessu tagi. Ég held þetta að vera skýrnar og fermingarkjólar. Já, nei, takk, það er ekki þannig. Þetta er bara daglegs brúk. Þetta er bara til daglegs brúks. Og þeir munir sem að hér eru til sýnis eru munir til heimilisprýði, bara til Þetta eru nytjahlutir. Þetta eru nytjahlutir allt saman. Þú sem sýningarstjóri í þessu rými Já, sérð fagurfræðina. já, Þú ert að búa til listaverk að sýningarrýmið er hugsað sem listsýning. já, Já. já, það er það. Og við skynjum það þannig. Já, vonandi. Já, við gerum það. En það voru bara konur sem gerðu þessa hluti. Já, það voru bara konur sem gerðu þessa hluti. Í upphafið hvítsaumsins þá voru gerði knipplingar á aðalinn. Aðalinn var allur skreyttur knipplingur. Við erum að tala út í heimi. Við erum að tala út í heimi, endurreisna tímanum. Og þá voru menn skreyttir, menn og konur skreyttir knipplingum í bak og fyrir. Og það voru karlar. Og knipplingar voru á verðgildi demanta. Það voru karlar sem að gerðu þetta. Síðan breytist þetta með tímanum og það var að gera þetta í knipplingana í verksmiðjum og þá heitir þetta blundur. En konur hafa knipplað allar götur síðan og til að skreyta svona heimilismuni og fatnað. Þessi nytjahlutir, þetta er taupókar fyrir óhreina taugið og fólk verður oft mjög hissa þegar maður segir það vegna þess að þetta eru þetta mjög fagri gripir sem notaður undir óhreina taugið og þessir eru saumar með margvíslegum hætti. En þarna býða baki það sama að fegra í kringum sig. Fegra heimili, já. Þetta er harðangurinn. Hér er harðangur sem kallað er harðangur og klaustur. Já. Og hann er úr Harðangsfirði í Noregi. Og til að sauma þetta þá þarf að klippa dálítið mikið. Það er vandasamt verk að klippa. Og fyrst er klaustursaumurinn saumaður og síðan allt upp klippið á eftir. Hér er svo djásnið sem í mínum huga er djásnið, það getur verið annað fyrir öðrum. En þetta er mjög fallega unnið og þetta er verk sem við vitum hver gerði og er þar af leiðandi ennþá dýrmætara fyrir okkur. En er þetta hvað? Dúkur, lag? Nei, þetta er puntuhandklæði. Puntuhandklæði? Þetta var hengt á svona slá og það var gjarnan hilla fyrir ofan og bak við þetta voru falin viskustykki og handklæði í eldhúsinu. En þau er að við erum komin einhvern veginn í nútímanum, við erum ekki að skreita mikið í kringum viskustykkinu okkar. Nei, ekki í dag, við felum þau. En það var líka gert í gamla daga, það var falið með þessu og það var þetta prýðin. Og hérna er þessi smáatriði sem skipta máli í þessu stykki. Þetta er einstaklega vel saumað. Þessi saumur hér er kallaður enskur og franskur. Ensku götin hér og svo franski saumurinn hér. Þessi franski saumur er þannig að hann er mikið undirbyggður. Það eru mörg saumspor og mikið undirbyggt og síðan er lokasaumurinn þessi sem að lokar öllu dæminu. Já, en hvað gerir maður ekki til að fela viskustykkin sín? Ég segi það. Einmitt. Þetta er snertisafn og þetta má snerta og skoða og velta fyrir sér vegna þess að þegar maður er að skoða sauma, alveg sama hverja, þá sér maður oft á röngunni hvernig þetta er gert. Það er oft hægt að sjá það á röngunni. Þannig að það er oft betra að líta á röngunni. Þess vegna er mikilvægt í svona safni að hafa snertisafn. Og það er partur af fræðslu skyldusafnsins að fræða og það gerum við hér. Við erum að reyna að kenna þetta. Við erum að reyna að ná þessu aftur. Búa til nýja listamenn á íslenskum máltíð heiminum. Já, takk.
safnasafnið 30 ára. Þetta er orðið nokkuð ferill og nokkuð stórt safn. En nú spyr ég eins og alvöru listgagnrýnandi, hver er listræn staða safnasafnsins eftir 30 ár? Hún alltaf hefur aldrei verið betri, en við teljum að með því að stofna þetta safn sem var fyrst og fremst gert til þess að safna íslenskri alþýðulist sem að Listasafn Íslands hafði ekki haft áhuga fyrir að safna. Og þetta var náttúrulega alveg svakalegt. Þetta var reyndar líka svona með Listasafnið áður. Því að þar var setta bara fyrir girðingar. Þetta er það sem á að koma inn og þetta á það sem vera fyrir utan. Þegar við byrjuðum að safna þessu, allt út frá fuglum eftir einn mann, Þorstein Díómedsson og Hvammstanga, sem við áttum bæði góðan slatta af. Og þá maður heyrði eiginlega aldrei minnst á alþýðlistamenn eða bara aðra heldur en þá sem hefðu gengið í gegnum skóla og allra helst hefðu þið farið til útlanda. Hvort þið voru nú bara slöksaðar eða voru í einhverju námi. Aftur á móti þegar rætt var þessa gerð myndlistar, þá var yfirleitt sagt hann er eitthvað að föndra, hann er að dunda, hann er að hafa ofana fyrir sér, hann er að drepa tímann, þú veist. Það er eins og ekkert af þessu fólki hefði nokkra sköpun og þrá eða neitt slíkt í farteskinu. Þetta var bara, hann er eitthvað svona, þú veist. Já. En mér finnst einmitt það sem hún nefnir þegar við skoðum Hvítsaumssýninguna sem að íslenskar húsmæður á alþýðuheimilum, þær vildu fegra umhverfið sitt með listrænni sköpun. Já. Þetta er ekkert föndur, þetta er bara mikil vinna og mikil sköpunargáfa á bakvið. Og hvenær fundu þið tíma til að sauma þetta út? Það er nú líka spurningin. En það sem að þú hefur líka gert hérna og þið, eins og við sáum inn í salnum svona þessar þremur, að þar eru algjörlega í náttúrulega umhverfi alþýðlistaverk og líka fólk sem að glíma við þroskahömlum eða hvað mann kalla það. Og svo þessar stóru bara nýlistamenn, kanónur, stóru nöfnin. Og þetta rennur allt saman í mjög eðlilega heild. Þessu kanónum finnst allt í lagi að sýna við þessu fólki og bara sækjast eftir í. Mókast ekkert. Vilja frekar vera nálægt, Af því það er komin ákveðin stimpill á þetta safn sem að dreifur alla að. En það svarar svolítið spurningunum listræna stöðu. Já, það gerir það. Það er alveg hygglega, og ég veit hérna nokkra ákveðna listamenn sem eru orðinir ansi óþolinmóðir að koma af stað. En það er eftirspurn. Mjög mikil, Já, er það. Það er þá viðurkenningarvottur að vera innan Stórval og aðra minnisbáma. Já. En það reyndar ekki þrýstingur lengur því að menn vita það svo svona þýðir ekkert neitt. Það þýðir ekki neitt. Og þetta byggist ekki bara áhuga á einu manni, heldur verða verk þess ákveðna listamenns að vinna með öðrum verkum og hafa einhverja tengingar milli hæða og einu sal í annan. Þetta er nefnilega allt ein heild. Akkurat. Það er það. Hér ertu eitt sem sannarlega breytti landinu. Já. Málari lands og ætta. Þetta er höfuðsnillingur íslenskrar myndlistar, myndum margir segja. Já. En þú bætið við að hann sé raun og veru alþýðlistamaður. Já, ég man eftir því að einhver sem var í fylgdarliði, það var myndlistarsýning, það var sýning á verkum Kjarvals í Moskvu. Það var verið að selja fisk. Þetta var svo mikið það var eitthvað með til þess að stæra sig að. Og það var svona hópar að tala saman og rússneski listfræðingar. Og einn sem var talað ensku, hann spyr Selmu Jónsdóttur að því, eigið fleiri svona stórkostlega alþýðlistamenn. Hún alltaf bara strömsaði út, Hún alltaf þoldi þetta ekki. En myndirnar eru góðar? Þær eru alveg stórkostlegar og sérstaklega eftir að hann fann sinn eigin stíl þú sérna bara hérna, þetta er fólk út í náttúrunni sem er inn í mosanum og hrauninu og sem Íslendingar reyndar eru hansi lúkni við að finna þegar þeir ganga landslagið og sjá andlit í bergi og það er Eili Tröll og Ættir og Huldufólk Við höfum gefið út 11 bækur og sumar eru sýningar og sumar eru beðar á listrannsóknum og nú erum við að vinna að útgáfu afmælisrits
Og svo ég með auka búgetur, að þar ég að skoða og skemmta mér yfir fólki sem að skreytir sig. Það sem kveikti í mér, já það er margar kveikjur, til dæmis að gjörningalistamenn hafi verið að klæða sig upp og til dæmis að Rúli, þegar maður fór á bar, sama barinn, heila viku held ég, út í Amsterdam eða Harlem. Og það var hann alltaf bæta við andlitsmálingu og var hann svo abstrakt verk í framan og var þetta náttúrulega mikla athygli fyrir þetta Og síðan var maður sem hét Björn Sigurðsson, hann var kallað Sólskísauga, hann var aldamóti 1900, var að flakka mikið héraðið og hann kallað Sólskísauga af því að hægra augað á honum var með strikum svona eins og barn að tekna sól. Hann var eitthvað blæstur máli og gat lítið tjá sig þannig að pörupiltar að þeir leka svolítið grátt og voru að hengja á hann alls konar dót og hann svona gekkst upp í þessu þannig að hann var komið látúnsring á höfuðið með áletrun svo voru alls konar vélapartar og þetta ofsalega falleg maður líka sjálfur og með þetta allt á bringunum brosandi út af eyrum Óskaðu þér og láttu drauminn rætast. Og svo getum við endað inn í smá músík. Og þá myndi einhver spyrja, Níels, er þetta list? Það er alveg sama hvað við gerum, gott listaverk. Það er alltaf einhver sem kemur að spyrja þessara spurningar. Og það er bara ekki hægt að svara svona fólki.